borgarfulltrúi Framsókn og Flugvallavinna. Já, frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn, les upp bókun okkar undir fyrsta lið á dagskrá. Nýjasta A-hluta ekki glæsilegur þrátt fyrir að tekjur hafa aukist verulega og útsvar sé í hámarki. Tap er á aðalsjóði og vegur rekstrarniðurstöðu eignasjóðs upp tapi sem hefur valdið vanrækslu á viðhaldi á eignum borgarinnar. Meðan staðan er þannig reksturinn ekki góður. Hagnaður samstæðunum er borin uppi af B-hlutanum, vanrækslu á viðhaldi og eignum borgarinnar, skertri þjónustu, gengisbreytingum, gangvirðisbreytingum, innbera afleiði raforkusölusamningum og hækkun matsbreytinga fjárfestingaeigna, en 42% af hagnaðinum skýrist af matsbreytingum fjárfestingaeigna. Félagsbústaða sem nam 10,9 milljónir króna sem rekja má til hækkunar á gangvirði fasteignafélagsins. Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókunni Framsóknar og Flugvallavinna og næst ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að lesa upp sína bókanir og það er Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðismanna og borgarfulltrúi og formaður hérna, ég er gaman að segja frá því. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta er bókun vegna ársreiknings. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja ekki seinna vegna að rekstur Reykjavíkurborgar sem hefur verið í algjörum ólestri allt þetta kjörtímabil sem á kjörtímabilið 2010 til 2014 verið betri. Allt frá árinu 2010 hefur vandræðagangur verið á rekstrinum með of slöku rekstraraðhaldi því rekstrarvandræði borgarinnar hafa verið útgjaldavandi en ekki tekjuvandi. Árið 2016 er gert upp með rekstrarafgangi, væri þó ótrúlegt ef slíkt tækist ekki miðað við þá gríðarlegu tekjuaukningu sem orðin er í íslensku samfélagi og sjá má á jákvæðri rekstrarniðurstöðu sveitarfélögum land allt. Þetta má sjá á því að tekjur A-hlutans aukast um 9,5 milljarða króna á milli áranna 2015 og 2016 og borgarbúar eru skattpíndir því útsvarið í þessu stærsta sveitarfélagi landsins getur ekki verið hærra samkvæmt lögum. Þrátt fyrir bætta rekstur frá því sem verið hefur auka skuldir borgarsjóðs A-hluta um 3 milljarða króna á milli áranna 2015 til 2016. Þegar skuldaþróun frá árinu 2010 skoðuð má sjá að skuldir A-hluta hafa aukist úr 47,8 milljörðum í 83,7 milljarða árið 2016. Það er Halldór Halldórsson lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og Halldór Auðar Svansson gerir grein fyrir bókunum þessa góða og varfærna vinstri meirihluta. Forseti og borgarstjórn, bókun meirihlutans undir fyrsta lið. Ársreikningur Reykjavíkurborgar 2016 er svohljóðandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 sýnir sterkan rekstur borgarsjóðs og B-hluta fyrirtækja borgarinnar. Lægri rekstrarkostnaður hjá borginni þar sem grunnþjónustunni er hlíft umfram þann samdrátt í útgjöldum sem áætlun gerði ráð fyrir er stærsti einstaki þátturinn í þessari góðu útkomu, þó tekjuaukning hjálpi einnig til. Hreinar vaxtaberandi skuldir A-hluta sem og samstæðu lækka. Hagræðingar markmið hafa náðst, öll fagsvið borgarinnar eru innan fjárheimilda og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum er 10,9% hjá A-hluta og 22% hjá samstæðu. Fjárhagsstaða borgarinnar er því sterk þó áframhaldandi aðhald sé þörf. Einnig er fagnaðarefni að þetta er í fyrsta sinn sem ársreikningur er gefinn út á opnu sniði, ekki einungis hjá borginni heldur á landinu öllu. Stjórnendum og starfsfólki borgarinnar eru færðar þakkir fyrir þá miklu vinnu við greiningar og aðhald sem hefur staðið yfir undanfarin ár og eru nú að bera ávöxt. Það er Halldór Auðar Svansson lokið við að gera grein fyrir bókun meirihlutans og Marta Guðjónsdóttir ætlar næst að lesa upp bókun Sjálfstæðismanna við Hlíðarenda skipulaginu lið 4. Já, forseti, ég lesi hér bókun okkar Sjálfstæðismanna varðandi deiliskipulag við Hlíðarenda sem hljóðar svo. Miklar breytingar hafa verið gerðar á upphaflegum deiliskipulagshugmyndum á Hlíðarenda. Samþykkt deiliskipulag árið 2010 gerir ráð fyrir 300 íbúðum en árið 2014 fór íbúðirnar úr 300 í 600 og nú er lagt til að fjölga þeim enn frekar eða upp í allt 800 íbúðir.
Nú liggur fyrir að vinna í gangi í innanríkisráðuneytinu að skoða öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar, við nú vegið þannig að þess að stækka þetta hérna, sem hugsanlega geti haft áhrif á heildarskipulagið á Hlíðarenda. Því hefði verið betra að bíða með frekari deiliskipulags ákvarðanir þangað til niðurstöður úr þeirri vinnu liggja fyrir. Með þetta í huga greiða fulltrúar Sjálfstæðisflokks ekki atkvæði með tillögunni. Það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðismanna varðandi Hlíðarenda. Hér eru ekki fleiri bókanir. Þá ljúkum við fundi. Þakka fyrir góðan fund. Takk fyrir að kjósa Reykjavík. Góða ferð.